þriðju vaktina, hún búin að hjálpa einhverjum? Sorry. Nú vitum við hvað þetta er. Nú getum við orðað þetta. Þetta búið að hjálpa einhverjum? Testosterón lækkar hjá mönnum sem eru mikið heima í umönnun ungra barna. Látt testosterón leiðir að þunglindi og læri kynhvöt. Það er bara rosalega gott fyrir hvern hormónin að vera lengur heima með barninu, brjóstagjöf, annað, tengslin milli móðurs og barn, betra fyrir barnið, betra fyrir móðurina, betra fyrir föðurinn, en þú veist, þetta er bara óvinsæl skoðun dagsins. Mér finnst við bara að vera að gleyma börnum, ótrúlega mikið, og þau eru bara fyrir, og þú veist, það var eitthvað að vera að tala um Kópavogsmódelið daginn, nú sé það bara að fara að bitna á ömmum og öfum. Ég veit ekki betur en að bara mínar bestu stundir hafi verið með og afa. Þegar ég var lítil, það er ekki bara jákvætt, það er bara nóga mikið af feministum og nóga mikið af fólki með kynja gleraugun uppi og ég ætla bara, mér finnst enginn vera að berjast fyrir börnunum. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsi.is, bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Alvöru Bón og Polsen. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu, þá ferðu inn á partus.is/ein pæling til þess að fá þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En fyrir ykkur sem eru að hlusta, þá vil ég eindregið hvetja ykkur til þess að eiga viðskipti við þessi fyrirtæki, því þrátt fyrir það að þau séu ekki sammála mér um allt, að þá er þetta fyrirtæki sem að standa undir málfrelsi á Íslandi og það er nákvæmlega það sem þetta hlaðvarp stendur fyrir. Kristín Kolbrún Kolbeinsdóttir, kærlega velkomin. Takk. Hvað segirðu gott? Bara hress. Ekki? Ég er bara nýkomin úr útivir, svolítið kalt. Já. Þannig ég er ennþá ná í mig hita. Þú ert kennari í hjallastefnunni. Já, varsar. Og stefnir núna í stjórnmálin. Já. Já, af hverju? Ég er bara áhyggjur af æskunni, einhvern veginn, af krakkunum okkar, börnunum. Og ég sé líka bara hvað þarf að taka til í borginni. Mér finnst borgin vera svolítið bara svona eins og illa ofskreytt jólatrí. Nú eru jólin bara búin. Það er að fara að taka til. Nei, ekki? Já. Og hvað þarf að leggja áherslu á? Þú ert náttúrulega, þér eru umhugaðan börn, þú ert foreldrafræðingur. Þetta er rosalega þjált. Ég er meistaragráði í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf. Það er náttúrulega aðalega skólamál, en líka velferðarkerfið. Ég er sjálf á strák sem er einhverjur og þurft að klöngrast í þeim kóngulófef sem er bara þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar. Og það þarf að taka vel til þar og gera það kerfi skilvirkara. Svo við getum haldið betur utan börnin þar, sko. Já, ertu þá á móti þessu skólan aðgreiningar? Já, ég er búin að lesa þetta plagg held ég svona 40 sinnum, stefnu borgarinnar skólan aðgreiningar og þetta er bara óþarft. Við þurfum bara að mæta börnum. Við þurfum ekki að vera með einhver svona stefnu og sem börn þurfa aðgreiningu, svona minn þarf mjög oft að komast frá og eins bara með börn sem eru ekki með íslensku sem móðumál og annað, þau þurfa að fá betra utanumhald. Já, ég einhvern veginn sagði á sínum tíma, og var náttúrulega, og er núna búinn að vinna með fötluðum bráðum í 16 ár, núna í maí, og ég hef fært rauk fyrir því að skólan aðgreiningar væri bara einhver svona hugmyndafræðilegur skýjakastali sem að héldi engu vatni og myndi bæði vera slæmur fyrir þann sem á í hlut og á að vera að koma til mótsvið og krakkana sem var í bekknum og kennarinn sem ætti að sjá það. Já, og líka bara einhvern veginn, nú eru bara allir sérskólar yfirfullir, það er ekkert búið að opna mikið af sérskólum og þeir eru bara, við erum bara með börn í vanda, við erum að hafna 40 einhverju börnum á ári í Reykjavíkurborg, bara að komast inn á einhverju deildir, það eiga bara að vera jafn margar og þarf og og þetta er bara ekki í lagi, við erum einhvern veginn ekki að ná að grípa börn almennilega og ég skil ekki á okkur þetta þótti góð hugmynd á sínum tíma. Nei, ég skil það ekki heldur, en ég er skil það núna eftir að hafa aðeins kynnt mér það hvernig kerfið starfar og hvaða áhrifaþættir eru innan kerfisins og hverjir það eru sem eru að hafa áhrif, sem eru oft á tíðum einstaklingar sem að eiga það sameiginlegt að hafa rangt fyrir sér í mjög mörgum tilvikum þegar að horta til samfélagsmála. Já. Og það er samt sem áður núna eitthvað að hreyfast í þessu. Inga Sæland var, við erum að tala saman núna 12. janúar og hún var hjá Kristjáni Kristjánssoni í Sprengisandi í gær þar sem hún sagði einfallega að hún ætlaði að taka aftur upp skóla með aðgreiningu sem var náttúrulega bara hefðbundin skóli, hljóma náttúrulega hræðilega eins og þetta einhver aðskilnaðarstefna. Það er eins og við séum að útskúfa börnum bara, eins og við séum að fara að geyma þau einhvers staðar inn í einhverjum kompum, það er bara alls ekki þannig, við erum bara að fara að taka betur utan um þau. Já, nei, ég meina og líka bara það er fólk sem að
sérhæfi sig í það að takast á við vanda barna sem eru með sérþarfir en hugmyndin okkar að því að leysa þetta var einhvern veginn að allir ættu einhvern veginn að verða sérfræðingar í þessu Já. og að það myndi einhvern veginn koma til með að leysast vel sem alveg stórkostlega einkennilegt en það eins og segi, þetta einhvern veginn og fyrir utan það, nú erum við ekki með þú veist, bekkjaeiningar allstaðar, nú erum við kannski bara með heilu árgangana þar sem kannski 3 kennarar rótera 8 hópum eða 6 hópum þannig þú ert ekki alltaf með sama kennan og ekki alltaf með sömu börnunum og það einhvern veginn það enn verra fyrir börn með sérþarfir það sé ekki, þú veist, allavega ég vil fá aftur bara þessar gömlu góðu bekkjaeiningar það er bara með þinn umsjónakennara sem kann á þig og þekkir þig og þú treystir svo miklu meira öryggi í því þetta, núna hef ég náttúrulega langt síðan ég var í grunnskóla en þetta svona kerfi, ég man þetta var sko í gagnfræðaskóla þá hófst þetta svolítið með því að vera svolítið svona að dreifa aðilum meira og vera með minna af umsjónakennurum og fleiri tíma án umsjónakennara það var svona sérhæfður kennari sem var að kenna landafræði eða sem var að kenna starffræði og þá ertu líka orðin sjálfstæðari í gagnfræðaskóla það miklu skárað þar en þú ert í öðrum bekk þá þarftu bara svolítið hlýjun og öryggi frá þínum umsjónakennara og þínum bekkjakennara sem þekki þig og samnemundur sem þú þekkir og veist hvernig þú átt að umgangast ekki þetta rót sko. Nei en ef við förum svona aðeins í breiðar strókur hvað það svona helst sem að þú myndir vilja sjá gert í þessum málum ef þú kemist nú til valda bara aftur í öryggið og svona kannski minni yfirbyggingu það er rosalega mikið af bara millistjórnendum og fólki sem kemur að öllu og það þarf bara einhvern veginn að vera meiri skilvirkni og frekar þá bara að hafa færri börn á kennara heldur en að hafa allt þetta fólk sem kemur að öllu sem þarf að fundum allt endalaust bara leyfa kennurunum svolítið að vera sérfræðingar í sínum börnum og svo líka skóli með aðgreiningu eins og Inga orðar það við þurfum einhvern veginn að halda betur utan börn sem þurfa sérstakann stuðning og svo vil ég sjá móttökudeildir í skólum fyrir börn með íslensku sem annað tungumál Já, ég er sammálaður ég held að þetta sé og kannski minnkar svo þörf með árunum, við erum náttúrulega ákveðnum toppi núna og það búið að herða eins á landamönnum, það ekki að koma eins mikill fjöldi í einu, þannig að þetta ekki eins og vandinn kannski svolítið stór og ef ég væri að flytja til Tælands með 10 ára barnið mitt á morgun þá myndi ég vilja að hann fengi að ná tökum á tungumálinu áður en hann færi bara í náttúrufræði tíma þar sko. Það svona liggi í augum uppi Það hljómar svolítið þannig þegar maður segir það upphátt sko. En ég mitt líka verið einkennilegt að fylgjast þetta ekki bara innan menntakerfisins heldur svolítið víða í opinberum kerfum að sko einstaklingar sem að tjá okkur að þeirra hugmyndafræði sé töluvert betri og þetta svona rosalega mikið svona framfara þróun sko að við erum að gera þá meira umhuga ýmis mál og við einhvern veginn ætlum að leggja rosalega áherslu, ég meina sko 2019 var maður ársins börn sem að eyddu 20% sinni skólagöngu í það að vera fyrir utan Austurvöll og öskra á Alþingi út af því að þetta verður með svo mikið loftslagskvíða og okkur þótti þetta bara eðlilegt alla föstudag og töldum að taka út 20% af skólagöngu krakka myndi ekki koma til með að hafa áhrif á þeirra velgengni sem að það augljóslega hefur en svona þessi slagsíða langar mig að segja hefur verið rosalega atkvæðamikil og í samfloti við það hefur það verið sagt við okkur að eina vandamálið við það hvernig þau hafa verið að haga málum að þau hafa ekki haft nægilega mikið fjármagn eða nægilega mikið aðgengi þannig að þegar við höfum verið að sjá PISA fara niður þegar við sjáum velgengni í rauninni á öllum sviðum skólakerfisins fara niður á við, fólk slæðir fram einhverju svona þeim líður örlítið betur í samanburði við krakka á erlendri grundu en tölun eru samt sem að fara niður óháð því að þá segir það já það þetta því að við fengum ekki nægilega mikið fjármagn og við höfum ekki nægilega mikið aðgengi þannig að öll ábyrgð einhvern veginn ekki þeirra segjast geta ef þið fá nægilega mikla ábyrgð þá myndi að koma til með að lagast svo fá þau þessa ábyrgð þá segja þau, já en við berum ekki ábyrgð á því að þetta sé að fara niður á við Já, með dýrasta skólakerfi í Evrópu bara
Ég held við séum bara líka í einhverju bara bulli hvað varðar líka bara leikskólamálin upp á grunninn. Þú veist, hvernig þessi börn að koma inn í skólana? Nú svo mikið verið að tala af því að alltaf fá leikskólamálin að vera kosningamál af því þau eru ekki löguð. Nú mikið verið að tala biðlistana og líka mannekluvandan hjá Reykjavíkurborg. En og þessi afleysingadeild borgarinnar, ég skrifaði grein daginn og setti út á það og ég myndi ekki vilja að barnið mitt fengi einhverja random mannesku bara inn til að leysa af. Þetta eru lítil börn, þetta eru börn 0-3 ára, þú veist, þau eru að þroskast hvað mest, þau þurfa hvað mest öryggi og að brúa bilið með því að eins og skúli var að tala að opna einhvern heilsuleikskóla inn í íþróttahúsum, má bjóða að vinna á leikskóla sem inn í á parkettinu inn í Valsheimilinu. Ég myndi ekki vilja vinna þar. Þau þurfa miklu meira ró, miklu meira öryggi og ég held að þessi miklu sniður að brúa bilið með heimgreiðslum til dæmis. Og og vísindana hafa lengi sýnt að börn þurfa að vera lengur heima og það eykur kortisol hjá þeim að fara allt og snemma í leikskóla. Og þegar við kveikjum á streituhormónum hjá svona ungum börnum svona snemma þá hefur það áhrif á taugakerfið sem hefur áhrif á einbindingu, áhættuhegðun, hvatvísi, allt þetta sem við síðan hvörtum undan þegar við koma í skólan. Ekki með þessi öryggu tengsl og ekki með þetta rólega taugakerfi sem þau þurfa að hafa til þess að takast á við þau verkefni sem koma þar. Og þá sitja drengir oft bara mjög höllum fæti af því að við erum búin að hanna skólakerfið svolítið þannig að það hendar bara betur stúlkum og þeir byrja bara að tapa þar strax. Svo fyrir við hvart undan úrræðaleysi þegar þeir fara með sína vanlíðan og sinn kvíða að leita í eitthvað óæskilegt. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona þetta nú samt. Einnig boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægir stilltur á staðnum. Eins og ég segi þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Já, það mjög margt í þessu og ég einhvern veginn, það var reyndar, ég var að hlusta á samstöðunni í gær, það var Sóley Kaldal sem var að ræða það að sko læsi, drengja náttúrulega sérstaklega en læsi almenn væri stærsta öryggisógn á Íslandi og ég hugsaði svona, já ok, svona, maður svona íhugar þetta og svona, já ok, kannski stærsta öryggisógn Íslands en svo fór ég bara að pæla í þessu og ég eiginlega get tekið undir þetta sko. Og þegar hún sagði sko að sérstaklega með það svona upplýsingar sem við erum með, ef við erum ekki með einstaklinga sem að geta tekist á við þær upplýsingar, að þá mjög ólíklegt að það muni koma til með að leiða til farsæls samfélags sko. Já, við þurfum líka bara að kenna þeim gagnrýna hugsun og annað og netlæsi, bara að lesa þær upplýsingar sem þau fá á netinu, en við verðum samt að passa okkur hvernig við erum að tala læsi drengja niður. Við erum einhvern veginn að tala þetta bara endalaust niður og tölum svo lítið í lausnum og þetta bara frábær orðræði og þetta ekki hvetjandi fyrir þá og eins og ég var að segja á þann, þeir eru svolítið bara alltaf að tapa og ég miklar áhyggjur af þeim og mér finnst ekkert eðlilegt að það séu nokkru drengir á einu ári að taka í líf. Mér finnst það bara mjög alvarlegt og við verðum bara að fara að hugsa aðeins betur börnin okkar. Mér finnst þau bara svolítið fyrir og það alltaf verið að tala sko í umræðin eins og leikskólamál og fæðingarólof og að það halli á fólk sem að hugsa börn. Það bara hallar á konur að þær þurfi að vera heima eða þær verði fyrir tekjuskerðingu og þetta orðið eitthvað svona allt út frá jafnréttis sjónamiðum og gott og vel en ég ætla bara að fá að taka kynjaglerun af mér og hugsa þetta út frá börnum. Mér finnst þau alveg gleyma því sko. Já, ég sammála. Ég reyndar alveg frá því ég var í feminískum fræðum hjá Gyðu Margréti Pétursdóttur í HÍ
að þá hef ég alltaf verið að hugsa sko að alltaf þegar við vorum að lesa eitthvað fræðslefni eða annað að þá var alltaf sagt sko að karlinn fékk að fara út að vinna. Já. Hann fékk að það þau forréttindi að fara út að vinna og þar að leiðandi tapaði konan í rauninni bara í lífinu út af því að það allir því sem kannski er hægt að fara rauk fyrir að hann hafði svona stjórn af efnahæginum og að það hefði leitt til þess að hún var í rauninni í svona brothættari stöðu og annað alveg eitthvað örgulega til í því en mér hefur alltaf þótt svolítið svona sérkennileg sem maður hugsa Bretlandi krigum 1800 að fá að fara inn í kólanámuna og drepast örgulega fyrir fertugt út af því og það hefði verið svona forréttindi. Já. Ég hef einhvern veginn aldrei keypt þessa söguskýringu sko. Nei og þetta er bara líka þegar kemur líka einmitt að fæðingarorlofinu þetta er óvinsælar skoðanir og ég ætla bara að fá að vera þær endalaust af því ég hef bara eins og ég segja áhyggjur af börnum og ég hef áhyggjur af tengslamyndum barna og þau eru ekki með sterka sjálfsmynd og þau eru með skattataugakerfi og við erum endalaust bara að plástra það og við þurfum að leyfa fólki að vera lengur heima með börnunum sínum og þau þurfa að fá að velja það sjálf og það til dæmis að rannsóknir sína það af því við erum líffræðilega ólík og má ekki kannski tala það en testosterón lækkar hjá mönnum sem eru mikið heima í umönnun ungra barna og látt testosterón leiðir að þunglindi og læri kynhvöt og það er bara rosalega gott fyrir hvern hormónin að vera lengur heima með barninu, brjóstagjöf, annað, tengslin milli móðurs og barna, betra fyrir barnið, betra fyrir móðurina, betra fyrir föðurinn en þú veist, þetta er bara óvinsæl skoðun dagsins, þetta er ekki en þetta er samt tölulega staðreyndir þetta eru vísindi þannig, við erum líffræðilega ólík og það er þannig hjá öllum spendýrum við sinnum ólíkum hlutverkum þýðir það alls ekki að feður séu eitthvað minna mikilvægir, þeir eru mjög mikilvægir og þeir eru þarna með árásargjörnina og hvatvísina og þeir eru á ögraböllunum sínum og upp úr 1,5 árs þá fara þeir að vera bara mjög mikilvægir til þess að ég myndi íta svolítið á mörkin en við mæður erum bara, þú veist, ég hef aldrei skilið þetta þegar barnsfaðir minn var eitthvað hamast með strákonum eitthvað upp í rúmi að kasta þeim í sundlauginni og ég bara, mér finnst þetta ekkert gaman en við nálgumst börnin okkar ólíkt og það er þannig og það meira þess að tala að samkynja pör eigi að velja sér annarkvort hlutverki, þau eigi að ákveða hvort þau vera hvað, það er ekki hægt að vera 50-50 í því, það þurfi að vera annar sem er að sjá sitt gott hlutverki, þú veist það er ekki að segja pappin eða mamman. Hvernig er þessu háttað í pólísamböndum? Hvað það segir foreldrafræðingur? Ég misti alveg að þeim áfanga á menntavísindariði sko. En maður hefur séð nokkar svona sögur sko, sem að mitt að voru Louis Theroux eitthvað að taka viðtöl við einhver svona pólísambönd sko, og svo sé maður fréttir að því 2 árum síðar þetta hafi endað einhverju algjöru flugslýsi sko. Já, þau verða að finna einhverju leið bara. Nei. Ég miðast það. Já, það er svo sem önnur umræða. En svo við höldum okkur aðeins áfram að þessu sko, því að líka þessi fjarlægð sem einhvern veginn hefur verið sko fjallað sem ákveðna dygð sem mér hefur alltaf þótt svolítið skrítið í mann þegar að það voru foreldrar að mótmæla og kannski sjálfur sér eðlilegt miðað við svona kerfislegar, efnahagslegar forsendur það að þannig að komin einhver móðir með barn sem virtist rétt svo byrjaði að halda haus að kvarta sko hvar er leikskólaplásið mitt og ég hugsaði ok, þú veist, kerfislegir þættir augljóslega snúa því bara að það er erfiðar að vera með barni heima og því að það er einhverjar greiðslur sem að vantar upp í heimilisbókhaldið en ég var alltaf svona hvernig getur þetta samt verið lausnin að, skilurðu, barn sem er nýbyrjað að halda haus að svo virðist hann kannski 12 mánuði eitthvað svo leiðis og að móðir hann að komin að trillast út í stjórnvöld fyrir það að geta ekki tekið á móti barninu. En ég held að sé líka bara hvaða lífstílsvæntingar höfum við af því að við Íslendingar erum algjörhjörð og við viljum komast í skíðaferðina og við viljum komast í á reyserinn og við þurfum að gera svo margt og eiga svo margt og stundum börn eru bara börn í opboslega stuttan tíma og ég hugsa oft það þegar ég var að skoða myndir með mömmu og ég sá ég hafði farið til Disney World ég myndi ekkert eftir, ekki neitt og mamma var svo móðguð af því hún hafði svo mikið fyrir þessu og hún bara, eftir hverju manstu? Og þá fór ég að tala þegar var rafmagnslaust í gamla daga
mér varst það svo gaman af því þá voru alltaf sótt, fórum upp í stofu kveiktum að kertum og það var einhvern veginn ekkert í boði nema samvera og þetta var bara uppáld stundina mína, það var rafmagnslaust og þetta var svo spennandi og hvernig kemur rafmagnið og eitthvað. Ég mani því, börn þurfi ekki mikið, þau þurfi ekki að gera margt, það þarf ekki að skipulegja allt, bara vera hjá þeim, vera með þeim, það er bara langt best fyrir þau. En á Íslandi þá eru, eins og ég segi, lífstílsvæntingarnar eru svo háar og vinkonum mínar, það eru mjög reiðar að ég sé að tala um þetta núna af því að ég lendi svo oft í svo rökræðum við þær, það er ekki hægt að lifa á Íslandi nema með tvennatekjur og það er bara ekki rétt. Það er alveg hægt. Ég er einstæðmóðir, ég er kennari, ég klippi bara á mér hárið sjálf, ég redda mér bara eitthvað neginn. Ég er að velja það að vera kennari af því að líka vinnutíminn hendar mjög vel, ég er með mjög ung börn, sumarfríin og allt þetta. Við getum þetta alveg. Það er alveg hægt að taka á sig smá minni lífsgæði í smá tíma, svo það er líka bara atvinnulífið að taka við sér. Við eigum ekki að vera aðalega skólana endalaust að atvinnulífinu. Við eigum að aðalega atvinnulífið frekar að fjölskyldum. Þannig að ég held við getum alveg sleppti að fara með 12 mánaða gömul börn í 8,5 tíma vistun á dag, sko. Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona að grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæði fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er hreint út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfallega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græja rúðuna strax í dag. Já, ég einhvern veginn hallast að því frekar að þrátt fyrir það að leikskólanum sé alveg frábær og það sé alveg yndislegt að hafa þessa stoð, að þá einhvern veginn er þessi svona stanslausa þessi stanslausu skilaboð það að þú eigir einhvern veginn að skapa meiri fjarlægð, að það sé svona frí frá börnunum, að börnin sé einhvern veginn kvöð sem þú þarft ákveðið frí frá yfir daginn til þess að komast í vinnuna en samt ekki kannski endilega til að komast í vinnuna. Líka bara svona svo að þú fáir að vera þú. Já, það er þetta er svolítið, og við erum svolítið sjálfhverf, við erum svolítið mikið eitthvað neginn, við þurfum að komast í form og hugsa okkur og þú veist, það er eitthvað neginn, mér finnst við bara að vera að gleyma börnum, ótrúlega mikið og þau eru bara fyrr og þú veist, það var eitthvað að tala um Kópavogsmódelið daginn, nú sé það bara að fara að bitna á ömmum og öfum. Ég veit ekki betur en að bara mínar bestu stundir hafi verið með og afa þegar ég var lítil. Er ekki bara jákvætt að spjalla við og afa og er ekki bara jákvætt fyrir og afa að fá að vera með barnabörnum? Er þetta ekki bara jákvætt að vera með börnum? Af hverju er þau svona fyrir okkur? Og ég örugglega margir kennarar sem tengja við að þegar nemendur eru veikir, maður kvíðir stundum fyrir að hringja í foreldra að láta vita bara, heyrðu, hann er með hita. Þetta er alveg svolítið svona óþælt að því maður veit að fólk, þú veist, auðvitað vill fólk vera heima með veiku barni en það fær alveg bara, það kemur þetta samviskubit gagnvart vinnu þegar leikskólabarni er enn einn daginn aftur veikt af því þau bara veikjast mjög mikið, er að byggja upp ónæmiskerfi og annað. Þannig að, já, þetta er, ég held að þetta sé þessi orðræða, ég held við þurfum aðeins að fara að snúa þessu við, sko. Já, ég get alveg tekið undir það líka út af því að, sko, þetta hefur náttúrulega, held ég, óumflýjanlega áhrif á fæðingartíðni þegar að við einhvern veginn horfum alltaf á þetta sem bara eitthvað svona börn eru svona einhver aðskotar hlutur sem að kemur inn í lífið okkar og jú, yndislegt og við getum postað myndum að því að Instagram áður en að verða 3 mánaða út af því að það er eðlilegt og að einhverju leiti er þetta svona eins og að fara upp á Esjuna, þú ert ekki að fara upp á Esjuna, þú er rauninni að fara upp á Esjuna til þess að geta mokað á samfélagsmiðla. Maður næstum því finnst það sama eins og með börnin og svo er þetta einhvern veginn
á milli þess sem þú ert að pósta myndum að því hvað þetta sé yndislegt, ertu að pósta myndum að því hvað þú ert ótrúlega böguð og maður svona, þetta sérkennilegt viðhorf. Og við þurfum alveg að gera fólki líka bara grein fyrir því, við erum alltaf, eins og ég tala um það, séu fyrir, bara leið og fer að vera eitthvað svefnbandamál, þá fyrir við til læknis og við viljum fá svefnráðgjöf eða svefnlyf, eitthvað, það er bara eðlilegt að séu svefnbandamál hjá barni sem er að þroska og sér heilan fyrstu 3 árin og þetta er bara komið með 80% af heilunum hérna hægra megin í þroska, þetta er og eins starfsdagar, sumafrí, þetta er allt svo mikið, mæta klukkan 8 á mót helgar og allt þetta, þetta er bara, þessi orðræða er orðin svolítið bara svona, byrjaði sem kannski pínu húmor, en þetta hefur ekki góð áhrif og örugglega ekkert yndisleg tilfinning fyrir börninu að upplifa sig svona ótrúlega fyrir, af því að svo bara allt í einu horfir tilbaka og það er enginn að fara að óska þess að hann hafi unnið meira eða verið meira frá börnum, bara alls ekki, En hvernig sérðu þá fyrir þér, að sé að leysa þetta? Þegar þú, eins og segið, þú svona stefnir að fyrir til að þetta þurfa að vera svona menningarleg breyting. Ég held það, persónulega fyrir eða flest vandamál sem við, eins og með símanótkun og annað, ég held að við þurfum að horfa á foreldra sem að láta skjá fyrir fram að börnin sín sem vonda foreldra. Ég held að það þurfa að vera bara svona áþreifanleg, svona áþreifanlegt í rýminu að ef að barn er að bíða eftir mat og þú sér foreldri sem að lætur það hafa skjá. En með samt tilliti, af því nú er ég móðir einhvers barns sem bara, á erfitt með að fara bara í kringluna eða hvers sem er og líður illa í fjölmenni, með tilliti til þess að það gæti verið svoleiðis einstaklingur, en ég hugsa að þetta sé samt á leiðinni rétt átt. Það voru miklu fleiri iPad-börn fyrir 10 árum síðan heldur en núna. Fólk er aðeins farið að hugsa. Ég held að fræðsla sé náttúrulega skiptir mestu máli og það þarf líka að fara fræðsla inn í skóla, það þarf að byrja bara strax, bara eins og umferðarskólinn. Við þurfum að byrja strax að kenna börnum á skjá og internet og allt þetta. En svo held ég líka bara, eins og ég segi, heimgreiðslur, hvetja börn líka til þess að eiga börn, hvetja börn foreldrar til þess að eiga börn fyrr, nú erum við eiga börn svolítið seint og við erum þá kannski komin á einhvern hápunktu ferilsins og þá eru þau mitt meira fyrir, það þarf að vera hvatning fyrir fólk til dæmis að eiga börn á námsárum, það getur verið mjög þægilegt að vera nemandi með lítið barn, ég gerði það, var í háskólanum með lítið barn og það var bara í leikskóla bara milli 9 og 2. Þannig að bara hvatning og fræðsla og bara breyta samfélagsgerðinni, það væri best, halda betur utan börnun okkar. Ég nefnilega held að þú veist, bara ef þú horfir á alþjóðamálin, ef þú horfir á bara hvernig Kristrún talar, ef þú horfir á það hvernig svona flokkar sem að hafa ekki haft mikið brautagengi undanfarið er einhvern veginn að hverfa, er með réttu að ég tel út af því að ég tel að þessar hugmyndir séu mjög vondar og það er mjög gott að það sé minni hljómgrunnur fyrir þessum skoðunum. Að þetta er að hreyfast í rétta átt, og þetta er að gerast mjög hratt. Já, en svo eins og með börn með fjölþættamvanda og ég sá varst með Guðmund Fylkisson hjá þér. Ég hef því miður þurft að leita til hans mörgu sinnum og ég myndi helst velja að hans starf væri bara óþarft og það var svo mikið verið að tala um eftir slysið í Suður-Afríku, úrræðaleysi, endalstur að tala um úrræðaleysi og mér finnst við ekki tala nógu mikið hvað börnunum líður ótrúlega illa. Mér finnst við þurfum einhvern veginn að fara og þegar maður hlustar á viðtölum við þessa foreldra, þau tala öllum bara, þetta byrjaði þegar hann var 4 ára í leikskóla, þá byrjaði hann að sýna þessa hegðun eða hann var lagður í einelti í öðrum bekk og þá byrjaði hann að það er alltaf verið að tala um þetta, byrjaði fyrir löngu síðan og við erum ekki að grípa nógu snemma inn í og börnur einhvern veginn að fara út í samfélagi bara svolítið löskuð, bara með mikinn vanlíðan. Við þurfum einhvern veginn að stýra þessu farvegi í allt aðra átt heldur en við erum að gera. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða.
Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákanir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Já, sko, út af því þú varst að styggja fólk á þann, þá var ég örugglega að fara að gera það núna. Mér finnst líka, þó svo að sjálfsögðu það ekki algilt og ég held að sé rétt hjá honum Guðmundi, hann telur að það sé einhvers konar svona genatengsl við það að fara í neyslu. Þóla ekki orðið lenda í neyslu. Nei. Fólk fer í neyslu. En ég til dæmis að foreldrar oft á tíðum fara svolítið fljótt í þetta að segja að það var ekki til neitt úrræði fyrir mig og það er svona sér útklift fyrirbæri sem að var fyrir mitt barn og hann lenti á milli skips og bryggju og ég svona að hugsa örugglega en ég meina bara ef við tökum fyrir skjái voru einhverjar takmarkanir á því hvernig þetta barn fekk aðgengi að síma eða samfélagsmiðlum eða öðru og til dæmis margfaldar líkur á því að barn fari í neyslu ef að það alið upp að einstæðu foreldri með engin tengslu föður, þú varst að tala um mikilvægi feðra áðan og þessi hömlur og það sá vinkill. Mér finnst við sáralítið tala þetta, eins og bara með föðurleysið sko meiri áhrifaþáttur heldur en nánast allt annað. Þegar það kemur að eiturlega neyslu, einhvers konar svona vanrækslu hegðun eða öðru, en það bara ekkert talað þetta út af því að við erum svo ánægð með þessa sterku einstæðu móður sem bara getur þetta sjálf og við peppum bara, hún fór bara til lífi og ég bara fann ekki rétta og ég ætla bara að gera þetta sjálf og þetta skiptir engu máli og ég en þetta samt sem áður stærsti áhrifaþátturinn. Já, en þá af því að við erum ekkert að fara að koma í veg fyrir einstæðumæður eða konur sem að vilja fá börn og gera það sjálfar, þá verðum við samt að hafa kerfi sem getur hjálpað þeim börnum sem að lenda þá kannski verða fyrir einelti til dæmis í skóla, þá verðum við að geta gripið það barn og gerandan líka því að gerandan líður væntanlega mjög illa ef hann að leika í einelti. Þannig að af því að við erum ekkert að fara að breyta þessu neitt. Nei, en ég að tala um rofnu tengslin við föður og ég til að ég búin að vera að skamma feður mjög mikið þegar það bara svona meðlagsgreiðslur og eitthvað væl á pappatips eða eitthvað og nú veit ég einhverju verið að pirra orðið mig út eða þeir áttu leiðilega barsmóður og það eru nokkrir sem eru búin að reyna að íta mér í það að tala meira um meðlag og fara út í svona sögur og ég hugsa alltaf með mig bara það getur ekki verið gott ef það ég einhvern veginn, ég ekki alveg hafa nægilega yfirgripsmikla þekkingu en ég hins vegar get sagt að við ættum að reyna að sko toga í átt að því að þetta verði að einhverju leyti betra að feður til dæmis bara hugsa sér tvisvar og kannski taka smá skít frá móðurinni ef það lendi einhverjum leiðindamálum og náttúrulega mæður líka ef lendi einhverjum leiðindamálum í samvættu við meðlagsgreiðslur eða annað að svona reyna að taka skref tilbaka og hugsa bara svona reynum að redda þessu út af því að sko hættan annars bara svo gríðarlega mikil þó svo að það eins og þú varst að tala um áðan þar sem þetta á einhverja langa sögu aftur sem að kannski gerir sér ekki fyllilega grein fyrir því þegar maður að rífast upp basmóðu sína að við séum einhvern veginn að reyna að fá fólk svona ok, ég pyrrar, þú pyrruð reynum samt og það bara ákvörðin og ég með þannig bara samkomulega við basföðu minn og við höfum alveg stundum byrjaði eitthvað og hann svo hringir stöðt setna mannstu, við ætlaðum ekki að vera svona og það bara, já, alveg rétt en já, við þurfum þá líka að geta bara talað um hlutina, við þurfum að fræða fólk og þurfum líka að geta talað um hvað við erum ólík kyn og hvað föður og móður hlutverkin eru bara líffræðilega ekki þau sömu en alveg jafn mikilvæg og það á að mega ræða það. Þetta líka sko út af því að ég var að hlusta á því grjótkastinu hjá byrninga á samt stelpu sem ég man ekki hvað heitir Heiðdís já, og
það sem var svo sérstakt við þetta og ég hugsaði ótrúlega mikið um þetta þegar ég var að hlusta á þetta viðtal út af því að þarna eru þið mættar og eruð með svona eins og þú varst að segja svolítið svona eldvimar skoðanir gagnvart öllu og alltaf þegar þetta rætt á þessum nótum og fólk á öndverðu meiði eða með mismunandi sjónarmið og kannski sko rannsóknir varða líffræði og minna frá þessum svona feminíska félagsfræði vinkil að þá þarftu einhvern veginn að koma inn í umræðan og maður heyrir svolítið á þér núna og heyrir líka á mér þegar ég er að tala um þetta að maður þarf einhvern veginn að vera á afturlöpunum. Já. Og allir sem að tala um þessar svona út frá þessum svona feminísku félagsfræði kenningum sem að eru kannski ekki að taka henni myndina ýmis líffræðilega álitamál að þau getur bara svona keyrt í gegn bara það á að vera svona og svona og þetta búið að vera svona og þar af leiðandi þetta gott og eina sem að mig skortir hérna meira aðgengi og meira fjármagn og meiri í rauninni atkvæðisréttur inn í alla umræða þessu að menn hinir sem eru kannski á öndurum megin eins og ég og þú eða aðrir þurfum einhvern veginn svona, já og ég veit alveg að það rosa flott að við þurfum einhvern veginn að passa upp á það og við eigum að vera hrædd. Já, þetta alveg, mér finnst þetta óþolandi af því að eins og ég segi það bara nóga mikið af feministum og nóga mikið af fólki með kynja gleraugun uppi og ég ætla bara, mér finnst enginn vera að berjast fyrir börnunum og það kannski vera að reyna að keyra ykkur ný kerfi gegn eins og í leikskólanum í Reykjavík og eins og Kópavogur gerði og það bara stöðvað út af jafnréttissjónarmiðum og þetta kannski kerfi sem henda börnum og leikskólastarfsfólki betur en nei, af því að þá fær þetta hall á konur, þá ætlum við ekki að gera þetta og mér finnst það bara rosalega skrítin forgangsröð. Bara hall á konur líka bara orðið eitthvað hugtak sem slengt fram með enga vísun í vilja kvenna. Nei, og bara líka bara, og okkar þörf fyrir umönnun gagnvart barninu okkar, ég valdi að vera lengur í fæðingarorlofi. Ég vildi og ég hefði viljað taka það allt en auðvitað vildi hann líka verið í fæðingarorlofi þannig að hann gerði það en ég hefði valið heimgreiðslur til dæmis, ég hefði valið að vera lengur heima, mér fannst mjög erfitt að fara með litla stráki mynd dámum á sínum tíma og þá var mér þannig að önnur þeirra þurfti að fara í göngutúr með hann af því að hann grét svo mikið til að hvíla hinna og þetta var hræðilegt, ég var bara að vinna 8 tíma vinnudag með þetta einhvern veginn og brjóstagjöfin og allt þetta bara einhvern veginn svefnleysið, þetta ekkert frábært. Þetta raunverulega frelsi samt. Æðislegt, bara frábært og bara í alvörni að við fáum ekki að stýra þessu sjálf, hvernig við röðum þessu af því að þarna var til dæmis barsfæður minn að vinna bara til 3 og hefðu svo bara getað tekið við og átt yndislega stundir með stráknum okkar en það var bara ekki í boði. Nei, ég var að vinna með stelpum. Það voru nokkrar sem að voru á þessum svona barningna aldri og maður var að spjalla við þær þetta og það bar stundum í tal sérstaklega með börnin út af því að við vorum öll á einhverjum svona barningna aldri og þá voru þær sko nokkrar sem að sko voru einmitt alltaf að já, þú veist, svo fer ég fæðingarorlof og svo þetta en svo einhvern veginn svona hægt og rólega fóru þær svona að segja svona nánast að hvísla það svona, já, en ég væri nú alveg til í að bara vera heima aðeins lengur og að mér myndi líða aðeins betur ef að ég væri kannski með barninu mínu örlítið lengur og væri þá kannski örlítið lengur í hlutastarfi og þegar einn fór að hvísla þetta, þá fór hinar svona aðeins að hvísla þetta og þá einhvern veginn gerði maður sig grein fyrir því að það var miklu stærri hluti af þessum stelpum sem voru á barninaldri og voru að huga því eignast barn og eiga allar barn í dag að vera einmitt meira svona með meiri aðkomu gagnvart barninu á þessum svona viðkomasta tíma en svona samfélagsumræðan var bara, nei, þú ert að fara að vinna þú ert að fara að vera sjálfstæð þú ert að fara að klífa þennan metorðastiga þú ert í einhverju svona hugmyndafræðilegri baráttu okkar út á kvennafrídæginum út af því að við ætlum að fara út úr vinnustæðinu kl. 14:42 út af því að það eina það sem við fáum borgað í samanburði við kallana óháð því hvort að það sé yfirvinnu tími eða annað og þá ert þú einhvern veginn orðin sko sett fremst í víglínu einhvers málstaðar sem að þér kannski hugnast ekkert og svo erum við með BSRB og allir þessi félög sem að bara nánast ekki einu sinni þau eru bara hægt að berjast fyrir kjörum vinnandi fólks og vera einbætt sér að kulnun og því að konur geti verið meira frá börnunum og svo það einmitt konurnar sem enda í kulnun
eða er að 80% af þeim sem fá sjálfsofnæmisjúkdóma eru konur og það er bara streita og álagstengt, bara bólgur í líkamannum og allt það. Þannig að þetta er, og ég var að hlusta á eitthvað rök hjá formanni VR sem var að tala gegn Reykjavíkurmódelinu eða þessum tillögum. Þá fór hún að tala sko árið 1947 þá dóu 5 börn í umferðarslysum á leikskólaaldri af því þau voru bara út á götunum. Hún notaði það sem rök. Gegn því þá að konur væru að við þurfum leikskóla svo það sé ekki vera að keyra á börn og götum úti. Og ég horfði á þetta TikTok held ég svona 40 sinnum. Ég var hún í alvörunni, hún var bara að segja þetta, hún var að nota þetta sem rök. Bara svo við séum ekki að keyra, hún er endalaust að tala einmitt fjölskyldur og að þessar tillögur Reykjavíkurborgar megi alls ekki ná fram í gegn því það er bara mjög slæmt fyrir fjölskyldur. Ég hugsa að börnin ætti að vera í mestum forgangi þegar við erum að tala um fjölskyldur og allt sem mögulega lækkar vistun barna er bara jákvætt, þannig að ég skil ekki alveg hvað, en ég vona að verða allavega ekki fjöldi af umferðarslysum ef að Hlaðvarpið er í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. Nei, og svo getum við náttúrulega, nei, við getum líka að tala um þetta í víðara samhengi, ég held að Halla Gunnarsdóttir sé alveg bara ágætt, en svolítið eins og ég nefndi áðan, að fólk sem hefur hvað mestan slagkraft inn í allri þessari umræðu, er fólk sem hefur í flestum tilfellum rangt fyrir sér út af því að hún náttúrulega skrifaði Halla Gunnarsdóttir með bók konur í Íran og það er náttúrulega mikil barátta núna við klerkastjórnina á meðan að við erum að tala hérna saman og vonum nú að almenningur hafi betur í þeirri baráttu allri. En þar sagði hún sem sagt að konur í Íran byggju við sömu kúgun og konur á Íslandi út af því að það væri svona ekki eðlismunur, það væri sko ekki stigsmunur heldur eðlismunur eða öfugt, ég man ekki hvort hún sagði. Hún var svolítið að segja að þetta væri í rauninni sama kúunin. Já, svipa magna af kúun en bara í öðruvísi mynd. Akkurat. Já. Og og svo ég vinkli þetta líka inn í þessa umræðu sko þetta, það sem við köllum núna kvenfrelsi, að komast frá börnunum sínum, að þá er þetta líka sko fólk sem er alltaf að tala um það að það sé sko að konur eru í rauninni eins og fiskur í vatni hérna á Íslandi út af því að feðraveldið er kerfislegt að sko beita konur valdi með því að kúa þær án þess að þær taki eftir því og reyna einhvern veginn að sko alltaf að traðka þær niður en samt sem áður þannig að konum líði kannski ágætlega með það með einhverjum svona fegurðastöðlum og með hugmyndir vinnumál og hugmyndir ýmis samfélagsmál þar sem að feðraveldið er í rauninni búin að umlykja allt það hvernig þú býrð eða hvernig kjör þú býrð við. Svo spyr maður þig út í slæðu og búrkuna jafnvel og þá er það bara ég náttúrulega ekki að vera gagnrýna það hvernig konur velja að haga sínum málum. Þannig eins og ég segi, út af því að ég var að tala um þetta áðan með að fólk sem klikkar ekki að það var rangt fyrir sér. Já. Hefur samt sem áður alltaf svona, hefur ákveðna heimtingu sem að við svo gefum eftir það að ráða því hvernig þessum málum er háttað. Já. Og svo fæ ég örugglega núna nýkomin yfir í miðflokkinn einhvers konar handmade til svona... Þú er náttúrulega bara kúuð hérna. Já, ég var svona eins og ljósara konan í þeim þáttum svona með körlunum en samt ekki alveg. Nei, ég veit ekki, ég er einhvern veginn orðin bara svolítið þreytt á þessu. Já, ég heldur líka að finna við þetta, Margaret Atwood var skrifaði þetta einmitt með vísan í það hvernig konur hafa það í Íran. Já, einmitt. En það fylgir ekki sögunni þegar við ræðum þetta. Nei,
og mér finnst bara ég held að myndi bara hjálpa okkur ofboðslega mikið að lækka væntingarnar gera greinamun á kynjónum að þau séu ólík og þá líka, þú veist, ég ætla þessu umræðum þriðju vaktina, hún búin að hjálpa einhverjum? Sorry, nú vitum við hvað þetta nú getum við orðað þetta þetta búið að hjálpa einhverjum? Minna álag á konum heima fyrir? Ég held ekki og ég allavega persónulega, ég mann þetta kom upp og ég byrjaði að tönglast á þessu við þáverandi manni minn alltaf að tala um svo þriðju vakt og ég þarf að hugsa um þetta og svo þarf ég líka að vinna þetta bara ekkert gott fyrir neitt, við þurfum einhvern veginn að vinna meira saman og ég held að við vinnum betur saman þegar við áttum okkur svolítið á eðlismun kynjana, til dæmis bara þegar foreldrar sofa með unga barn, það bara líffræðilega þannig að kona vaknar miklu frekar við hljóð frá unga barni. Hefði ég vita þetta þegar ég var með unga barn, þá hefði ég veitt honum töluvert færri olnbogaskot og verið mun pirraðri út í hann á meðan menn vakna miklu frekar við hringl út í runna eða að einhver sé að taka í hurðahónin af því þeir eru vendarar. Þannig að, þú veist, við getum ekki bara ætlast til og jafnréttisbaráttan á ekkert að snúast að við séum eins og við eigum ekkert að vilja vera eins og nú eigum við bara að keppast að fá að vera heima með börnunum okkur og fá að sinna þeim, við höfum bara að rífast það, við höfum bara að vera að slást það, ekki bara að það halli á þann aðila. Nú verðum við bara aðeins að fara að taka í taumana og búa til streitu minna samfélag, við erum að smita streitu út bara í börnin okkar og þau hafa bara ekki gott að því. Nei, ég var nú að ræða við Þorstein Vaffa Einarsson og var að bjóða honum og Hauki Braga sinni að koma hingað í spjall og hann einmitt skrifar þessa bók þriðju vaktina sko og ég held einmitt eins og þú eða ekki eins og þú að þetta hafi haft gríðarlega vond áhrif á öll pör sem að smituðust af þessum hryllingi sko. Einfallega út af því að það verra þegar einhverjum svona aðskota hlut skotið inn í sambandi. Lastu bókina? Nei, ég las bókina. Ég las hana með þess að tvisar. Hún sko Haukur Bragason sem sagt prófarka las hana og hún frábærlega vel skipulögð og frábærlega vel skrifuð en hins vegar eins og með mörg svona þessi fræðin og kynjafræðinni, þetta náttúrulega engin fræði, þetta sko það sem náttúrulega svo merkilegt við þetta að ég ætla nú bara rétt að vona að hún sé ekki notuð í fræðilegum tilgangi út af því að þeir sko auglýstu á Facebook eftir því að fá sögur þeirra sem að væru í einhverjum ömurlegum samböndum og yfirfærið það svo yfir á veruleika kvenna bara, já, einhverjar svona 30-40 brjálaðar konur sem að eru örugglega einhverjum svona skapafsakasti að skrifa niður hvernig þeim líður innan sambandsins og þar af leiðandi þetta raunveruleiki kvenna og ég svona þetta ekki fræðilegt. Fyrsta lagi náttúrulega þeir eru búin að auglýsa eftir sögum á Facebook þá ertu búin að eyðileggja ritgerðina samkvæmt öllum fræðilegum stöðlum en svo líka þá ertu náttúrulega að leita í þann hóp sem líklegastu til þess að vera hvað mest pirraður yfir sinni tilvist og það svo ætla að segja að þetta sé meðalkonan bara helber sturlun en þetta var samt sko fært fram þannig eins og þetta væri veruleiki kvenna og ég mitt svolítið eins og þú sko fór að hugsa þetta út frá því hvaða áhrif þetta myndi koma til með að hafa öll þessi umræða þá bara fræðsluerindi eftir fræðsluerindi, allar opinberar stofnanir að moka til sín þeim til þess að vera með eitthvað fræðsluerindi þriðju vaktina en hvaða áhrif hefur þetta? Þetta hefur líklega þau áhrif að svona fólk fari svona að endur meta raunveruleikan út frá ófræðilegum forsendum og svona já, kannski maki minn bara ömurlegur og kannski ætti ég bara ekkert að vera með honum fyrst að hann ekki nákvæmlega sinna nákvæmlega sömu efnum og ég á heimilinu kannski ef hann tekur ekki vel eftir þessu og ég þá kannski ætti ég að vera brjáluð út af hann kannski ætti ég að vera að skapa einhvers konar vandræði innan sambandsins. Já. Þetta nefnilega af því þú veist þetta alveg það alveg þú veist staðreind alveg örugglega að við tökum á okkur meira ábyrgð á heimilinu og erum oft bara, ég alltaf í vinnunni að hugsa eitthvað tengt börnunum mínum og ég var að hitta vinkonum mínum daginn og þú veist, ég stilt á timer og ég sagði, við ætlum ekki að tala börnunum okkar í klukkutíma og við sátum bara og ég held að strákar þurfa ekkert mikið að gera þetta og það af því við erum líffræðilega ólík og það þannig
og ég átti síðan bara, leið og þessi þriðja vakt kom hann að þessi umræði, þá fór ég alveg að pæla í þessu og fór svona verkaskipta öllu á heimilinu. Ég gat ekkert sleppt tökunum á mjög mörgu. Mér fannst það bara mjög erfitt og mér fannst það bara gera þetta ekkert frábærilega og allt þetta. Kannski þetta bara líka, það kom jafnréttisbarátta, feminismin, hún vildi fá okkur, við fengjum jöfn tækifæri í atvinnulífinu. Við gleymdum alveg heimilinu. Við gleymdum alveg að draga það þá, kallana þá meira þangað inn. Þannig að við erum bara á smá villigötum. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Að kaupa eða selja húsnæði er ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því er það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu er staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Já, ég líka út af því að ég spegla mig svolítið í því sem þú varst að segja núna síðast að það sem var kannski verst við þessar allar umræður og þessu svona yfirfærslu var að til að konur hafi kannski fengið þá ímynd að þær væru í einhverju svona einstakri stöðu gagnvart makanum sínum. Að svona allir makar virðast vera að pæla í þvottunum mikið og ég og þar af leiðandi bý ég með ömurlegum maka og grasið er líklega grænna hinum megin en bara eins og ég held að flest allavega svona, svo er kannski gott líka að spegla sig aðeins í vinum sínum því að ég pirra mér stundum á því hvað konan mín er ekki að pæla í en ég einhvern veginn bara dreif tilbaka og segja bara heyrðu, en það er líka ýmislegt sem að ég þarf kannski að gera hans betur og það er alveg hægt að huga að því. Já. En hins vegar að vera einhvern veginn út af því að þetta er alltaf sett upp sem einhver svona meinfýsni karlana sem að eru í einhverju stanslausri valdabaráttu það er engin samtakamáttur, það er alltaf ef að þú ert að gera eitt þá er hinn ekki að gera og þar alveg að tapa eða öfugt, ef að þú ert að gera eitthvað sem að makinn er ekki að gera þá ert þú að tapa og þá er einhvern veginn komin í einhverju svona heimagerða stigakeppni Já, við erum ekki að vinna saman það getur ekki verið gott fyrir hjónabönd að vinna ekki saman heldur að vera alltaf í þú ert ekki að gera þetta leiknum Nei. En þú ert að vera að bjóða að fara með Reykjavík og fyrir miðflokkin ræðum að það eins reyndar þú ferð úr sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokkin af hverju? Mér fannst bara einhvern mínar skoðanir ekki lengur speglast í þeirra svona grunngildum sérstaklega í þessum málefnum þá fjölskyldu, skóla og velferðarmálum. Mér fannst ég vil fara svolítið svona eins og Sigmundur talaði aftur í öryggið, bara aftur í gamlu góðu rólegheitin, gamlu góðu tímana Gamla góða Ísland Gamla góða Ísland Make Iceland great again Míka Já, ég bara einhvern veginn ég var í framboði fyrir alþingiskosningar og lærði ótrúlega mikið af Áslaugu og Hildi og Jón Pétur var að stíga sín fyrstu skref og eignast fullt af góðum vinnum í Sjálfstæðisflokknum og lærði mjög mikið þar en svo var ég bara einhvern veginn mjög lengi að taka sér ákvörðun það er engin svunda í minni stórfjölskyldu sem er ekki með XD framan á það er bara þannig og kristalsfólki í glerskápnum hennar mömmu þannig að þetta var alveg erfið ákvörðun en ég fann það bara að leið og ég tók hana að hún var rétt og mér finnst svona, ég fílaði þessa skynsemishyggju
einhvern veginn bara svona sjá lausninnar og leysa vanda, mér veist það einhvern veginn skipta mestu máli. Já, og er eitthvað svona fleira ætlar að vera svona það sem heitir á ensku, svona single issue stjórnmálamaður, er þetta það veiga mikið að þú telur? Mér finnst þetta alveg rosalega mikið vandamál og mér Þú ert ekki að fara í borgarlínuna eða eitthvað svona? Nei, en ég er samt ég er að vinna með fólki sem að býr nokkur metrum frá vinnustafunum okkar. Þau eru alltaf bíl í vinnunni. Ég held að verði mjög erfitt að fá Íslendingin úr einkabílnum yfir í almenningssamgöngur. Ég held að sé algjör peningasón og og bara vanhugsað og verum alltaf einhvern veginn að hringla með þetta. En ég náttúrulega bara er fyrst og fremst að berjast fyrir fjölskylduvænni borg og langar að taka mjög mikið til í velferðarkerfinu. Ég vinni líka með föllum, var liðveisla og vann á sambýli og mér finnst rosalega mikil lítil skilvirkni í velferðarmálum hjá Reykjavík og mikil peningur fari í eitthvað sem þarf bara ekki að eiga sér stað. En þú ert í hjallastefnu, það hljómar pínu eins og þú sért kommunisti í húsi atvinnulífsins. Já, ég allavega sem líka bara sem starfsmaður í skóla, ég væri til í meiri fjölbreytileika og fleiri sjálfstætt starfandi skóla. Hjallastefnan, já, hún er frábær, Það er alveg fyndið, maður hefur verið að fylgjast með því svona með Möggu Pálu og hjallastefnuna út af þetta einkareiki að þá er einhvern veginn svona horn í síðu samt náttúrulega hjallastefnan hófst sem svona frekar róttækt feminist fyrirbæri en svo hefur það ekki verið nægilega róttækt að mati þeirra sem hafa svona haft dagskrárvald í þessum málaflokki. En ég held að líka bara af því að hún fylgir svo mikið sinni samfæringu, Magga Pála, hún er ekkert að dansa eftir heldur. Hún er svolítið Sólveig Anna. Já, hún er það alveg. Og mér finnst þetta bara alveg frábær stefna og að henda mínum börnum afar vel og mjög mörgum börnum. Ég var alveg verið með drengi og á bara drengi, þannig að það er bara svolítið gott fyrir mig. Ég bara, hvað voru eftir hver var punkturinn hann í byrjun? Bara með hjallastefnuna og það svona þetta væri kannski skoðanir sem þú ert að bera á borð sem að svona ímynd okkar af hjallastefnu starfsmanni myndi ekki parast við. Já, og ég vinn með alveg rosa mörgum feministum og Ertu feministi sjálf? Ég örugglega einhverju leyti og ég vinn eftir hjallastefnunni þar sem við erum að efla drengi í tilfinningagreind og þar sem við erum að mýkja þá og þeir eru að nuta hvern annan og allt þetta og við erum að styrkja stúlkur og gera þær sterkari og vinna svolítið gegn bara þessum umhverfisáhrifum sem þau verða fyrir. Þannig að já, að því leitinu til en fyrst og fremst Þetta ekki svona Halla Gunnarsdóttir feministi samt? Nei, ég vil bara fólki líði vel. Það er bara það sem skiptir mig mestu máli og alltaf þegar ég er að tala um eitthvað nám barna, mér finnst einhvern veginn fyrst og fremst við verðum að líta í umhverfið og öryggið og þeim líði vel áður við förum eitthvað að ræða námið. Já, ok, en með þessar sjálfstæð starfandi og fjölbreytnina nú myndi einhver segja við vitum nú alveg hvaða hundaflauta þetta er. Við gerum okkur grein fyrir því að fólk sem að tala fyrir sjálfstæðum skólum vill aðalega móka inn einhverjum forréttindapésum sem að hafa nægilega mikið fé og þá þeir draga þessi bestu kennarana og þeir draga þessi mesta féð og þeir draga þessi bestu aðstöðuna og þar alveg ertu komið með stéttaskiptinguna sem er innbyggð inn í þetta fyrirbæri. Sem þú myndir halda að væri þá einmitt hugsjón þeirra sem eru með sjálfstætt starfandi skóla en það er í rauninni Reykjavíkurborg sem er að mismuna börnum. Hún er að borga 70% með börnum sem eru í sjálfstætt starfandi skóla og það er þess vegna sem að sjálfstætt starfandi skólar þurfa að rukkin skólagjöld, annars myndu þau ekki þurfa að gera það. Þannig að þetta er í rauninni bara í boði Reykjavíkurborgar að það séu skólagjöld og það séu ekki allir, þetta séu ekki alveg eins og allra færi, annars væri þetta bara eins og aðri skólar gjaldfrjálsir. En ef þeir myndu fara að rukka inn það, þá myndi það valda því að það væru aðrar leiðir fyrir, til dæmis tökum bara Garðabæ sem dæmi, þar sem að væri einhver svona sjálfstæðstarfandi leikskóli sem að væri með einhver ákveðna stefnu, en í rauninni væri bara forríkir foreldrar sem að kæmu inn á GLS
bílunum sínum og myndi segja bara, heyrðu, ég alveg til í að láta ykkur hafa þetta og þetta og þetta og þar alveg myndi alltaf skapast þessi forréttindi. Já. Og þessi svona hugmynd það að Milton Friedman sem að vera með að tekjunar fylgi barninu myndir raunin ekkit virka því að það myndi alltaf skapast þessi svona kerfislegi glundrúði þar sem að ákveðinni skólar myndu fá bara öll börnin sem að væru erfiðari, hefðu samt sem að það eru minna fjármagn út af því að það væri ekki forríkir sjálfstæðismenn sem að kæmu með peningana. Myndir ekkit hafa ágjörð þessu? Nei, og það líka bara lög sem koma í veg fyrir það. Þú mátt ekki drukka himinhá skólagjöld á Íslandi og og það líka bara hægt að herða það enn meira, koma alveg í veg fyrir það. Og auðvitað þetta svona víða. Það eru svona private skólar í Bandaríkjunum og Breitlandi þar sem þetta bara akkurat svona, en við getum alveg verið með sjálfstætt starfandi skóla og haft fjölbreytt úrval á þess að hafa þetta svona sko. Já, það alveg hægt að passa upp á. Og ég hugsa líka að það væri bara svo frábært fyrir fólk eins og mig, ef mig langar að stofna einhverja nýja stefnu eða vera brautryðjandi með eitthvað, að það sé tækifæri til þess. Og ég hef oft hugsað atvinnuhúsnæðin ónýttu. Akkur ekki ykkur búin að stofna daggæslu fyrirtæki þar. Bara nýta þessi ónýttu atvinnuhúsnæði og vera með dagmömmupláss þar og svo bara hægt að hafa eldhús einhvers staðar sem keyrir út mat þangað og kerrur og fara í göngutúra og eitthvað, þú veist, en þetta ekki hægt. Nei, þú býður upp á engin vandamál, bara lausnir. Já. Heyri ég. Jú. Kristín Kolbrún. Yes. Takk hérlega fyrir að koma. Jú. Og þangað til næst. Yes.